Dr. Hólmfríður Sveinsdóttir, framkvæmdastjóri Æsprotein á Sauðárkróki, hefur rannsakað fiskprótein í mörg ár og stefnt að því lengi að leggja sitt lóð á vogaskálarnar fyrir bættri lýðheilsu og ekki síst betri nýtingu á fiskafurðum. Fiskprótein af mjög skornum skammti í heiminum og eftirspurnin hefur vaxið gífurlega ekki síst til manneldis. En á sama tíma hefur dregið úr fiskveiðum í heiminum og þess vegna mikilvægt að nýta allan afskurð. Hólmfríður hefur því í samstarfi Fisk Seafood stofnað fyrirtækið Protease sem nú hefur sett á markað þetta eftirsótta efni í töfluformi. En hvernig var þessi hugmynd að veruleika? Já, það bara í rauninni að fylgja bara alltaf draumnum. Það í rauninni bara að víkja aldrei af leið. Bara vera alltaf með skýrt markmið. Ég vildi koma þessu í þessi hylki og vildi koma þessu á markað sem fæðubótarefni og hér þetta. Og hér þetta. Og hvað þetta nákvæmlega? Ég sé eitthvað fyrir liði og eitthvað til þess að léttast og hvað segir mér þess frá þessu? Já, þetta vörulína. Já. Þar sem að uppistaðan í efni eða í þessu fæðubótarefni fiskprótein og þetta vatnsrofið fiskprótein sem þýðir að það hefur verið meðhöndlað með vatni og ensímum áður en það þurrkað. Þannig að það búið í rauninni að brjóta það niður. Þannig að þetta er orðin pínu lítil prótein sem þýðir að þetta fer mjög hratt inn í blóðrásina þegar þetta er tekið inn. Og þetta er vörulínan sem við gerðum og fiskprótein hefur verið rannsakað mjög mikið í gegnum árin og það er til alveg geysilega mikið af rannsóknum fiskprótein, bæði sem hafi verið gerð hérna á Íslandi og síðan líka erlendis. Og við byggjum þessa vörulínu á niðurstöðum úr þessum rannsóknum yfir heilsubætandi eiginleika fiskpróteina. Og það sem við gerum í rauninni til dæmis þetta létt, að þá eru til rannsóknir að svona vatnsrofin fiskprótein, að þau hafa seðjandi eiginleika eða mettandi eiginleika. Þau kveikja á mettunarferli í líkamanum sem segir þá heilanum að þú sért orðinn saddur. Og það sem við gerum að við þá bætum við öðrum efnum við þetta prótein sem styður þá við þessa heilsubætandi eiginleika próteinsins. Og það sem við gerum hérna í létt að við notum trefjar sem hafa verið, það sem búið að staðfesta seðjandi eiginleika þeirra og síðan setjum við króm sem steinefni og tekur þátt í orkubúskap líkamans. Þetta hlýtur að gagnast miklu fleirum en bara þeim sem vilja létta sig, það ekki? Jú, og það sérstaklega, þetta svo sem gagnast fleirum sem vantar þá kannski orku, en aðalega þetta hugsað fyrir þá sem vilja létta sig. Það þá meira kannski 100% sem vilja þá auka prótein neysluna. Þetta að vísu mjög lítið magn. En þetta við erum búið að vinna þetta þannig, það búið að vatnsrjúfa þetta, þannig að þetta nýtist líkamannum alveg 100% þetta prótein, þetta svo auðmeltanlegt. Og til dæmis að þá eins og með bara sjúklinga eða gamalt fólk eða eitthvað sem geta ekki, sem kannski meltingin orðin eitthvað veik eða eitthvað hjá fólkinu. Og þetta væri þá kannski hugmynd fyrir þá til þess að auka, eða þá fá það prótein sem þeir þurfa að taka prótein sem búið að melta. Hvernig fékkstu þessa hugmynd? Já, ég náttúrulega búin að vinna við rannsóknir á fiskpróteini mjög lengi. Áður en ég kom til Æsproteins þá var ég að vinna hjá Matís og það sem ég var að vinna við fiskprótein, eða rannsóknir á fiskpróteini. Og svo varðandi það að koma þessu í þessi hylki. Því að við náttúrulega vitum að ekki fiskprótein, en prótein búið að vera á markaðnum mjög lengi og þá yfirleitt í vökvaformi. Og þegar ég fór að hugsa þessi hylki fyrir alvöru, að það var mamma mín, hún greinist með krabbamein. Og hún og krabbamein virkar oft þannig að það tekur mjög mikið á orkubúskapinn og fólk hreinlega veikist líka bara af vannæringu og vantar bara orku og prótein. Því að það verður mikið prótein niðurbrot oft. Og hún var alltaf verið að hvetja hana til þess að drekka svo kallega næringardrykki sem eru mjög próteinríkir en að sjálfsögðu önnur efni líka í þeim. Og hún átti alltaf svo rosalega erfitt með bragðið og að kyngja þessu, ekki beint kannski kyngja þessu, en hún átti erfitt með sérstaklega bragðið og bara fá svona mikið í einu.
og þá datt mér í hug því hún átti í rauninni, hún gat kyngt, já. Það var einmitt málið og þannig að þá datt mér í hug að það væru til bara svona konsentreraðar próteintöflur eða próteinhylki sem hún gæti bara tekið, að mikið væri það nú gott. Og það ýtti svona líka undir þessa hugmynd mína að koma með þetta svona bara konsentrerað prótein fyrir bara, bæði sjúklinga og svo bara venjulegt fólk. Ekki kannski endilega því við höfum alltaf þessa ímynd af þeim sem að byggja upp vöðva og annað inn í líkamsræktarstöðvunum, bara svona fyrir svona Pétur og Pál sem geta bara tekið hylki. En það fleira í sjónum en þorskur og eitt þeirra eru sæbjúgu sem Kínverjar kalla ginseng hafsins vegna græði eiginleika þeirra. Hér á landi eru þau veidd hjá fyrirtækinu Reykofninum. Sæbjúgu eru alveg einstaklega próteinrík og steinefnarík og það líka náttúrulega vítamín og annað í þessu. Og þetta væri hugsanlega þá kannski svona fyrir þá sem þyrfti þá líka að fá steinefni og annað. Og hérna erum við vítamín D, vítamín C sem bætum í þetta, en þetta svo sem ætla eiginlega frekar fyrir, þarna voru frekar að hugsa um liðaheilsu, en hérna erum við með mikið af vítamínum og steinefnum. En komum aftur að draumnum, eitt að eiga draum og láta hann rætast og annað í raun og veru að vera í aðstæðum þar sem það hægt. Hvernig það hægt hérna að gera þetta? Þetta var bara lítið fyrirtæki fyrir nokkrum árum og nú er þetta orðið bara fjölmenni vinnustaður. Hvernig fer það þessu? Það kostar peninga. Já. Og við höfum verið að sækja í styrki og stundum haft árangur sem erfiði, ekki alltaf, en við erum í eigu kröftugs fyrirtækis sem heitir Fisk Seafood og það hefur heldur betur stutt við bakið á okkur og það bara munar öllu í svona rannsóknum og þróun að hafa sterkan bakhjarl og við höfum svo sannarlega haft það. En hvað eru margir að vinna hérna? Við erum orðin 6. Já, við vorum 2. Ég var þarna 1 til að byrja með og svo urðum fljótlega 2 hjá Ice Protein, þannig 2013 og núna erum við orðin 6 í dag. Og er það alveg sér fyrirtæki sem heldur utan þetta þá? Eða hvað? Já, við stofnuðum fyrirtæki sem heitir Protease utan framleiðsluna. Ice Protein heldur áfram að vera rannsóknar- og þróunarfyrirtæki og mun koma til með að halda rannsóknum á þessum heilsubætandi eiginleikum fiskpróteinana áfram til þess að bara að þróa þá afurðina eða þetta prótein í ákveðnar áttir, þannig að þetta til dæmis getum við þá aukið blóðþrýstingslækkandi áhrif fiskpróteinsins eða mettunaráhrif eða eitthvað svoleiðis. Þannig að við getum gert afurðina enn verðmætari. Þannig að hlutverk Ice Proteins verður áfram sem sagt rannsóknir og þróun en fyrirtæki Protease það sér algjörlega framleiðslu hliðina á því sem að þróa þeir innan Ice Proteins. Og einhver að vinna við að setja þetta í hylki og pakka, er það ekki? Jú, það Vilko og Blönduósi. Þeir eru, sem sagt, eftir að þetta verkefni komin á þeirra borð, þá eru þeir búin að ráða 1 starfsmann og ég veit að það eru fleiri að vinna við þetta dagstælega, þannig að þetta ekki bara atvinnuskamat á króknum. En allt kemur þetta nú úr hafinu og já. Og það þá fiskurinn sem málmiðan að veiða? Já, þetta undirkælt hráefni, hágæða hráefni sem við erum að vinna þetta úr. Og það var nú svona líka einn lykillinn af því að ná þessu svona hreinu og fínu, að þetta er bara hvítt duft, lyktarlaust, er að við höfum svo góðan aðgang að topp hráefni. Og það algjör lykill í allri þessari verðmætasköpun sem eiga sér stað innan sjávarútvegsins, að nýta allar hliðarafurðir og allt þetta, að hafa aðgang að ferskum hliðarafurðum og það höfum við svo sannarlega hér. Þessar vörur hægt að fá orðið í flestum apótekum og matvöruverslunum allt land og Hólmfríður þegar farin að fá jákvæð viðbrögð sem gleður hana meira en allt. Já, það svo skemmtilegt að við erum búin að fá viðbrögð og þá sérstaklega við liðunum. Það sem við hringdi okkur maður hérna fyrir 2 dögum síðan bara til að láta okkur vita að hann hafði keypt þetta fyrir konuna sína og hún var strax orðin betri. Og svo erum við með reynslusögur. Við höfum verið að láta fólk hafa þetta áður en við settum þetta út á markaðinn til svona bara til að testa og þetta hefur gefið mjög góða raun. Og líka létt, fólki hefur fundist það þurfa að borða minna þegar það tekur það rétt fyrir máltíð því að þetta svona bæði gefur þetta þessi boð að maður sé orðin sattur og síðan trefjarnar að þær auka umfang sitt í maganum. Og við höfum verið að taka þetta hreina fiskprótein og mér finnst þetta alveg frábært að geta tekið þetta á milli mála og svona haldið bara blóðsykrinum og orkustiginu
svona jöfnu, við erum ekki að detta niður í eitthvað blóðsykursfall.